Beinagrindin og rauðklæddi maðurinn. Það bar til á einum kirkjustað að þar fannst einu sinni samanhangandi mannsbeinagrind ofanjarðar liggjandi í kirkjugarðinum. Þegar jarða var næst eftir lét presturinn leggja hana í gröfina, en ekki leið langt áður en hún kom upp aftur. Prestur lét þó reyna nokkrum sinnum að jarða hana og kom hún alltaf upp aftur. Þá var hætt að reyna það og var hún þá lögð undir bekk í kirkjunni og lá þar lengi síðan. Það var einu sinni á gamlárskvöld að prestur ætlaði að fara að lesa. Þá mundi hann að grallarinn hans var út í kirkju síðan hann messaði næst áður. Þá segir hann: Er nú nokkur svo ómyrkvælinn að geta sótt fyrir mig grallarinn út í kirkju? Vinnukona skengdi til og sagði það væri hægt að gera. Hún fór og sótti grallarann og bar ekkert til tíðinda. Þá segir prestur: Ekkert myrkvælinn, en þá skal ég fyrst hrósa því hvað huguð þú ert ef þú getur sótt beinagrindin út í kirkju. Hún sagði það væri ekki meira en mannsverk og fór og sótti beinagrindina og bar hana inn til pressins. Hann sagði þá: Huguð ertu, en farðu nú með hana út aftur. Hún fer, en þegar hún kemur í bæjardyrnar þá heyrir hún að beinagrindin fer að tala og segir: Þegar þú kemur út í kirkjuna mun hún vera full af fólki og við altarishornið mun sitja rauðklæddur maður með rauða húfu og höfði, og ef þú getur komið mér í sátt við hann, mundu verða hinn mesta auðnu kona. Hún hélt síðan áfram út í kirkju og var það eins og henni var sagt að kirkjan var full af fólki. Henni brá ekki við það og gekk inn að kórstafnum, hvessti augun á rauðklædda manninn og sagði við hann alvarlega: Láttu beinagrindina þá varna vera í friði héðan af í jörðinni. Nei, segir hann, það get ég ekki fengið af mér. Ef þú gjörir það ekki, segir hún, þá skulu allir árar að þér sækja og láta þig hvergi hafa friðin í ró. Þá dofnaði í honum hljóðið og sagði: Fyrst svo mikið er við lagt, þá mun það verða svo að ég láti beinagrindin í friði héðan í frá. Þá fór hún með beinagrindina þangað sem hún hafði verið og lagði hana þar. Þeir sem þar voru fyrir gáfu henni rúm. Síðan fór hún út aftur, en þegar hún kom utar á mitt kirkjugólf kallaði rauðklæddi maðurinn á eftir henni og sagði: Sjáðu í mitt glóðarauga. Hún hugsaði að ef hún liti aftur myndi hún aldrei út komast. Hún lyfti þá upp pilsi sínu að aftan upp á bak og sagði: Sjáðu í minn svartan rass. Og svo fór hún út og inn í bæ og lét ekki á neinu bera og sá enginn að henni hefði brugðið. Nokkru seinna þegar var jarðaður maður á þessum kirkjustað og þá sagði vinnukona að reyna skyldi að grafa beinagrindina. Presturinn vildi það ekki og hélt að væri til lítils. Hún sagði að það væri litlu til kostað og varð það úr að beinagrindin var jörðuð og kom hún aldrei síðan upp aftur. Eftir þetta sagði vinnukona frá sögunni og þótt hún mikils verð. Litlu síðar giftist vinnukonan efnilegum yngismanni og varð mesta lukku og sóma kona.